Þá ætlum við að taka næst seinasta fyrirlesturinn og hann fjallar skemmtilegan hlut sem fallaforritun eða svona functional programming í JavaScript. Fallaforritun ein af þeim leiðum sem við höfum til þess að vinna með flækjustig. Þegar við þurfum að skrifa forrit, skrifa stærri forrit sem að telja ekki lengur í tugum lína eða hundruðum lína, þetta kannski þúsundum lína, þá fer þetta að verða flókið. Þetta verður bara, þið finnið alveg fyrir því, hlutirnir verða flóknir leið að þau eru komin yfir bara 50 línur. Þá, hvað gerir þetta fall aftur? Já, ég þarf að skrolla upp og niður í fallinu, ég þarf að fara í mismunandi skrár og svona. Þannig að við þurfum einhverja leið til að vinna með þetta flækjustig. Fallaforritun eitt af þeim tólum sem við getum notað til þess. Þá þetta í raun svona í einni setningu að við búum til fall og við kompósum þessi föll, við blöndum saman þessum föllum til þess að gera flóknari hluti. Þannig að við búum til einfalda hluti sem við síðan blöndum saman á mismunandi hátt til þess að gera flóknari hluti. Og þetta oft svona mjög, þið getur hugsað til CSS. Það mjög einfalt mál, en það flókið að vinna með það. Þannig að, og við höfum einhver svona ákveðin grunnföll sem bara búið að skilgreina og þau til staðar til dæmis í JavaScript og í fleiri málum og sum mál í raun bara hönnuð sem að fullu leyti functional mál eins og Lisp og Haskell þar sem að við í raun alltaf að vinna með einhver föll og þau náttúrulega, og þetta kallast svolítið á við stærðfræðina þar sem að þetta í raun, það margar svona leiðir þannig til þess að vinna með hluti á svipaðan hátt. Til dæmis þegar þau eru með þetta svona F af G, F hringur G, það sem að kompósa F og G saman, það eitthvað sem við gerum mikið í svona fallaforritun. Kalla í F með niðurstöðun úr því að kalla í G. Og þegar við erum að vinna með svona, þá viljum við vinna með hrein föll eða pure functions. Þau eru skilduð þannig að þau fyrir sama inntak, þá skila þau alltaf sama úttaki. Þannig að ef ég sendi inn 1 og fæ 2, þá mun ég alltaf bara að eilífu fá 2 þegar ég seti inn 1. Þannig að þau eru í raun ekki að vinna með einhver svona side effects, eins og það kallað. Og side effects þá til dæmis það að þú kallar í fallið með einum og það gerir vefþjónustukall og skilar þér svo niðurstöðun úr vefþjónustukallinu. Þá það ekki lengur pure fall, af því að hreint fall, út af því að það að gera side effect sem að fara út á networkið, finna eitthvað svar þar og skila því og skila því síðan út. Þannig að ef eitthvað breytist í þessari vefþjónustu eða eitthvað, netið niðri, þá eru allt í einu köllum við það með einum, en við fáum bara exception því að networkið niðri. Það ekki pure. Og þannig að það óháð umhverfi sínu sem í raun þetta side effects pælingar. Og föllin, þau valda heldur ekki neinum breytingum á umhverfi sínu. Það eru svona engin side effect sem að þau valda. Þannig að þau skrifa ekki á disk, þau vista ekkert í gagnagrunn, þau gera ekkert sem að breytir eitthvað umhverfinu. Þannig að svona bara mjög einfalt hreint fall, tekur A og B og skilar A og B. Það skiptir ekki máli hvað við gerum, við munum alltaf geta sendt inn 2 og 2 og fengið út 4. Það ekkert eitthvað sem gerist þarna. Og svo erum við með í raun eitthvað sem dependar ekki lengur á það að inntakið heldur þarna dependar það, þetta ekki rétt, að vera A plus B ennþá, að þarna ætti þá að útkoman að dependa á eitthvað global gildi sem B. Þannig að ef einhver annar eða eitthvað gerist sem að breytir B í global scope, þá fáum við ekki lengur út að sama og við sendum inn. Eða fyrir sama úttak fyrir sama inntak. Ok, svo þegar við erum komið svona pure föll sem ekki að gera neitt svona, þá getum við farið að búa til eitthvað svona þessar byggingablokkir, þessi svona almennu föll sem við getum notað og það fyrsta sem við getum gert í raun að hætta að nota svona forlykju. Abstrakta burtu bara forlykjuna fyrir eitthvað annað. Þannig að svona höfum við skrifað svolítið. Við erum með eitthvað fylki af hlutum og við búum síðan til einhverja forlykju sem ýtar í gegnum þessa hluti í fylkinu og konsól okkar í þessu tilfelli það út.
Þannig að hérna keyrum við foobar, bars, foobar. Þannig náttúrulega erum við að gera svolítið svona, við erum að gera svolítið mikið. Þetta svona boilerplate kóði. Svona kóði sem að erum ekkert að gera neitt svaklega mikið, en við þurfum að gera til þess að fá þá niður sem við viljum. Þannig að við þurfum að skrifa forlikju, við þurfum að skilgreina breytuna við þurfum að athuga hvað þetta langt fylki, við þurfum að inkrementa og við þurfum að keyra console log fyrir hvert stak í arrayinu. Ef við myndum núna segja, við erum búin að fá nóg af því að vera að skrifa alltaf þessar forlikjur og viljum í raun bara gera þetta einfalt okkur lífið. Þá getum við búið til eitthvað hjálpafall sem sér bara það að ýtra fylki fyrir okkur. Við ætlum bara að leysa það eitt skipti fyrir öll. Við ætlum bara að búið til eitthvað fall, sér bara það að ýtra fylki. Þá getum við búið til eitthvað svona sem þá í raun almenna lausnin, almenna ýtrunin á fylki sem tekur þá inn eitthvað fylki hérna og við nýtum okkur það að við getum sendt inn fall og við tökum inn fallið sem við ætlum að keyra á hvert stak í fylkinu og svo skrifum við bara hérna einu sinni, seinasta forlikjur sem við ætlum að skrifa í þessu falli og síðan keyrum við í raun fallið á hvert stak í fylkinu. Jú, þetta bara eitthvað lélega skrifaður dæmiskóði hjá... En ekki til for each lúpa eða for off lúpa í? Jú, það einmitt hérna. Þetta bara til að sýna í raun sú útfærsla sem að við ættum að nota items.forEach sem þá innbyggð í málið en bara til þess að við skiljum aðeins hvað að vera. Það eitthvað sem kannski ekki alveg nákvæmlega þessi kóði, allavega ekki með array og items hérna villu, heldur eitthvað sem að í raun túlkurinn skaffar okkur sem gerir eitthvað í líkingu við þetta en okkur raun alveg sama. Því við vitum bara það að fyrir það, ef við köllum í forEach fyrir eitthvað fylki með einhverju inntaki, þá munum við alltaf fá nákvæmlega sömu útkomuna. Það mun alltaf keyra það sama. Þannig að hérna getum við notað í raun þetta each fall eða forEach til þess að fara í gegnum eitthvað fylki á hlutum og keyra eitthvað fall fyrir það. Þannig að, og þá sjáum við líka ef við notum þetta innbyggða, þá það innbyggt í raun á prototípuna á array sem þýðir þá að við getum gert bara items.forEach logger. Og þá þetta að gera nákvæmlega sama og þetta hér, en að lesa þetta og skilja þetta, það í raun svona, það búið að létta á í raun því sem við þurfum að gera. Við þurfum ekki að passa hérna, er 0, strangt minna en items length og svo inkrementa Það ekki til dæmis hérna getur verið minna en eða jafnt og eða þetta byrjar í fyrsta staki, þannig að þarna vitum við bara forEach, það fer í gegnum hvert einasta stak í iteminu, í fylkinu. Þannig að items forEach logger. Þetta verður svona, það mjög næs að lesa þetta. Þetta verður svona, þetta næs. Þannig að við getum gert hérna 1, 2, 3 og ekki punktur, komma, já þetta komma 3, forEach og þá sjáum við að hérna logger eitthvað fall þannig að við getum aftur nýtt okkur það hvernig við getum skilgreint föll sem gildi í JavaScript og við getum gert hérna function console log Jú. Þannig að núna fáum við hérna 1, 2, 3 eða ef við vildum stytta okkur leið þá sjáum við að þetta frekar svona langt þá getum við notað í raun fat arrow syntax og gert console log Þannig að þarna sjáum við að með því að nota í raun þessa nýju feature í ECMAScript 2015 pluss þessi föll þá getum við í raun farið því að vera að skrifa kóða sem eru kannski þessar 2 línur 4 ef við teljum með curly brackets, eða 3 ef við teljum með curly brackets að fyrir eitthvað svona niður í þetta sem að þetta þegar maður byrjar að telja með sér þetta að nota svona hætta bara að skrifa forlíkjur þetta bara svona 2009 að skrifa forlíkjur þá verður þetta, það verður svona það mjög næs það hætti segja næs það verður næs
Þannig að núna, þú veist, með þessu getum við hugsað meira abstrakt. Við færum okkur upp eitt stig. Við erum að hugsa það hvaða falli ætlum við að breyta á þetta fylki í staðinn fyrir það hvernig ætla ég að ýta í gegnum þetta fylki og beita þessu falla. Við erum að fjarlægja þarna smá svona hugsun þetta. Og við minnkum hávaðann og vinnum með meiri upplýsingar. Og svo getum við í raun gert þetta sjálf eða bara nýtt okkur það sem er búið að búa til af öðrum. Og þá eru til fullt af svona hlutum, svona föllum sem að gera fyrir svona venjulegar aðgerðir. Svona aðgerðir sem er löngu búið að sjá að við erum öll að gera. Þú veist, öll forrit eru, þú veist, á einhverjum tímapunkti þarftu að gera þetta eða hitt. Og þá eru dæmi svona þessar abstrakta aðgerðir sem er búið að búa til og abstrakta út í svona hjálpaföll eru til dæmis, hérna, every. Þannig að every tekur við einhverju falli, keyrir það fall á hvert einasta stak í fylki og skilar trú í heildina ef að fallið skilar trú fyrir öll stökin. Þannig að þetta er bara eins og ef að þið munið eftir í stærðfræðinni að kalla á hérna fyrir hérna eitthvað, ex í stakinu rauntölur að það við fyrir þetta fall eða sum, þannig að það er any. Já, fyrir ekki. Já, þú veist, öfugt hana. Nei, það er öfugt a og já, þetta fyrir allt í. Já, einmitt, langt síðan ég nota það. En ég nota every og sum og svona. En sum er einmitt á það við eitthvað. Þannig að við keyrum eitthvað fall á öll stök í fylkinu. Ef eitthvað að skila trú, þá skilar sum trú. Map, sem er eitthvað sem við notum rosalega mikið og þá er þetta í raun bara, þá erum við með eitthvað fylki og við ætlum að keyra eitthvað möppunarfall á þetta fylki til þess að búa til nýtt fylki þar sem að hvert stak í fyrrasta fylkinu fer gegnum möppunarfallið og býr til nýtt stak í nýja fylkinu. Þannig að það er bara eins og maður gerir mjög mikið í stærðfræði. Og svo er reduce sem er þá raun, við erum með eitthvað fylki og við ætlum að taka þetta fylki og við ætlum að þjappa því niður í eitt gildi. Þannig að það getur verið að til dæmis leggja saman tölur, það getur verið reduce, getur gert það, þannig að þá byrjum við með eitt fylki af tölum og við reduceum það niður í eina tölu sem er summan af þeim tölum. Og reduce vinnur sem sagt default með sem sagt frá vinstri til hægri, sem sagt byrjar á fyrsta stakinu, en svo er reduce right sem byrjar þá á efsta stakinu, sem er seinast í fylkinu. En eins og við sjáum, það sem er líka sameiginlegt með þessu öllu saman er það að þetta er að vinna á fylkjum. Það er eitthvað sem að þessi fallaforritun gerir mikið, er að taka einhver fylki af hlutum og gera eitthvað við það og skila einhverju nýju fylki. Og gera svo eitthvað meira, skila einhverju nýju fylki. Svo erum við með filter og þá er það í raun það að taka eitthvað fylki, athuga fyrir hvert stak, stenst þetta stak það próf sem ég sendi inn í því falli sem ég sendi. Og ef svo er skila fylki sem er með þeim stökum. Ok, þannig að við tökum dæmi þetta, þannig að þá getum við verið hérna með fylki af tölum og við getum athugað hvaða tölur eru minni en 10. Þá getum við búið til eitthvað fall hérna, below 10. Eru alla tölurnar í þessu fylki minni en 10? Nei, það eru tölur hérna sem eru, það er einn tala hérna sem er hærri en 10. Er einhverjar tölur, eða einhver tala? Já, það eru einhver tala. Þannig að þetta svona, ekkert sérstaklega kannski nothæft dæmi, en reduce, það virkar þannig að við sendum reduce fall sem tekur inn A og B og það skilar einhverju gildi. Og svo gefum við því inn gildi sem er í raun upphafsgildi, sem er svona accumulator gildi. Þannig að það er svona eins og, það er hítinn sem við erum að senda allt inn í, eða það er loka niðurstaðan okkar. Þannig að það sem við gerist hér við það að skilgreina þetta sum-fall hérna, er það að við tökum inn eitthvað fylki af tölum, við köllum í reduce á fylki af tölum með byrjunargildi 0 og svo í fyrstu ítrun þá er þetta hérna gildi sett inn sem A og B er fyrsta gildið í fylkinu, þannig að það er hérna 1 og þá er því skilað hérna A plus B, 0 plus 1 er 1
og næsta ítrun, það sendir þá niðurstöðuna úr seinustu ítrun sem A og næsta stak í fylkinu sem B. Þannig að þá er það 1 + 2 sem þá 3 og svo keyrir þetta áfram. Þannig að ef við skoðum hvað gerist hérna, skilgreinum sums, köllum svo sum, við getum gert betur hérna, við getum gert debugger, þannig að þá getum við séð í raun hvað er að gerast í hverju keyslu. Við ætlum að leggja saman fylkið 1, 2, 3. Þannig að þá sjáum við hérna, nú er þetta fyrsta ítrun af reduce-unu, þannig að þá er A hérna 0 og B 1 og svo næsta skrefi A er 1 og B er 2, 3 og 3 og skilum að lokum 6 sem er þá í raun niðurstaðan í returninu sem reduce skilar í lokum er þegar það er búið að ganga yfir öll hérna stökin, þá skilar það því skilagildin úr seinustu aðgerðinni. Og svona getur þetta þá orðið í raun þetta sum dæmi okkar sem við erum búin að gera núna margar útfærslur að þær getum við gert þetta svona með ES6, ES 2015. Þannig að þetta var fínt. Map er síðan eitthvað sem við getum nota hérna til þess að taka eitthvað fylki og við ætlum að senda það í margföldun. Við ætlum að margfalda hvert einasta stak og hérna sjáum við að hérna erum við búin að taka þetta sum sem við skilgreinum ofan og við tökum fylkið sem við erum búin að multiplya með hérna, sendum það inn í sum, þannig að þannig erum við geta tekið fylki, margfaldað allt í því með einhverja tölu og senda svo inn í sum sem síðan summerar því upp. Filter, þá í raun vinnum við á fylkinu þannig að við fáum alltaf inn hvert stak og getum gert eitthvað próf á því sem að athugar þá uppfyllir color fyrir hvert stak hérna, það að index of blue inniheldur þessi color strengur hlutstrengin blue, ef svo er, ef hann finnst hérna frá, ef hann er blue þá er niðurstaðan 0, ef hann er dark blue þá er niðurstaðan 0, 1, 2, 3, 4, af því það er hérna fjórðastaki sem að byrja á. Og ef svo er, þá skilar það í raun þeirri niðurstöðu, þeim stökum. Hérna ætla að vera. Þannig að þá fáum við hérna blue og dark blue og við getum spurt, er það red, þá er það red, light red. Þannig getum við í raun búið til í raun þetta fall hér bara on the fly hratt og örugglega. Þannig við getum gert hérna colors, filter, C index of red stærra jafnt og 0. Þannig að þetta er þetta að gera. Þannig að þetta er orðið það að leita hlut sem að hef áður verið eitthvað, já ok, ég ætla að búa til hérna results fylki sem er með niðurstöðunum sem ég finn úr því að leita. Svolítið að ídra í gegn for var i 0 i minn en colors length i plus. Þannig að ég sjá að þetta er í raun þegar við viljum þetta, ég er með þetta fylki, þegar aðtúr hvort eitthvað standist það sem ég þarf hérna, þá í staðan fyrir að gera þetta, þá skrifum við bara fylki.filter og já, og þá ef það er ekkert, ef það er ekkert, þá er það raun tómafylkið. Þá getum við getum keyrt allar þessar aðgerðir á tómafylkinu. Við getum alveg mappað yfir tómafylkið, það skilar bara tómafylkinu. Þannig að það er í raun svona identity fall eða það er, hvað maður kallast það. En svo annað koncept, ekki bara þessi pure functions, það eru higher order functions og þau gera að minnstakosti annað af því að taka inn eitt eða fleiri föll í inntakinu eða skila falli í úttakinu sinu. Þannig að það er svona konceptið fyrir það. Föll sem vinna með föll eru kölluð higher order functions.
og þá eru önnur föll á fyrstu stétt. Ég held jafnvel að þetta sé eitthvað á stærðfræði. En ok, svo er svona MapReduce. Það var hérna fyrir nokkrum árum. Þá var MapReduce rosa mikið. Þá var hérna eins og Google var með risastórt bara tölvuver út allt sem voru að keyra svona MapReduce aðgerðir og þau keyra forrit sem heitir bara MapReduce sem þá í raun að taka bara eitthvað risastór gagnasett sem bara hérna allar heimasíður í heiminum með eitthvað og athuga hvernig það tengdar eða hvernig eitthvað. Þá getur við keyrt eitthvað mappfall á þetta risastóra sett sem mappar eitthvað að við finna hérna linkar þessi heimasíða í þessa hérna heimasíðu. Nei, hún gerir það ekki. Ok, og svo redúsar þau gögnin í það að finna hérna, já ok, þessi mappar, ok, þetta hérna linkar í þetta og endur með hérna, hér eru allar þær heimasíður sem linki í einhverja aðra heimasíðu. Eða einhver svona önnur verkefni sem byggja því að vinna með risastór gagnasett. Þá erum við með risastórt gagnasett, við keyrum eitthvað mappingfall á það til þess að komast að í raun spurningun okkar og svo redúsum við eitthvað til þess að fá einhverja niðurstöðu. Og hérna bara svona til þess að taka eitthvað smá dummy dæmi. Þá erum við með hérna lorem ipsum texta, setningar, nokkrar. Og hér erum við að nota svona nokkur föll til þess að komast að einhverjum upplýsingum þennan texta. Sjáum við hvað þetta er að gera. Hvað gerum við í byrjun? Tökum inn textan, splittum honum á punkti sem gefur okkur fylki af setningum í textanum. Síðan möppum við yfir setningarnar og við köllum S-gildið í fylkinu, sem hvert stak S, og við köllum á S-trim sem fjarlægir í raun whitespace karaktera framan að og aftan á textanum, þannig að við vitum að í raun við erum að fá nákvæmlega setninguna frá fyrsta staf að seinasta staf með bilum inn á milli og við fáum lengdina því. Þannig að eftir að við erum búin að keyra þetta hérna mapp þá erum við að fá út fylki með í raun í staðan fyrir að vera með hverja setningu þá er í raun lengdin á hverja setningu. Síðan redúsum við það fylki og við tökum inn previous og current og við byrjum á 0 hérna og hérna segjum við ef að núverandi er stærri en fyrrverandi þá skilum við núverandi, annars skilum við fyrrverandi. Þannig að í fyrsta þá fáum við inn pref er 0 og current er lengdin á fyrstu setningunni og þá segir ok, lengdin á fyrstu setningunni er líklegast lengri en 0 þannig að þá er það í raun current þannig að við skilum hérna current og þá í næstu ítrun þá er previous eða pref lengdin á fyrstu setningunni og þá athugum við hey, er setning nummer 2 lengri en fyrsta setningin? Já eða nei. Ef já, þá skilum við henni. Ef nei, þá skilum við núverandi. Þannig að við endum með það í raun að renna í gegnum allar og skilum hversu löng er lengsta setningin í textanum. Þannig að gera þetta með í raun forlykkjum og maður svona hugsa svona, ok, maður þurfti að hafa breytu fyrir núverandi setningu, maður þurfti að vera með einhverja aðra breytu sem er lengsta setningin. Þarna getum við gert þetta allt í raun án þess að vera búið til neina breytur. Það er engin breyta sem að verða til fyrir utan bara í föllunum hérna sem við erum að nota. Þess að bara eitthvað locally scoped inn í þessum föllum sem við erum að vinna með. En það er í raun ekkert annað að vera. Við þurfum ekkert að búið til einhverja breytu sem við sendum inn í eitthvað annað fall eða eitthvað svoleiðis. Því að þetta spýtur út fylkjum og vinnur með fylki. Þannig að þetta er hægt að nota síðan þegar við þurfum bara að vinna vefi og við getum notað þetta til þess að í raun taka niðurstöður úr þessu query selector all til þess að gera eitthvað ákveðið við það. En svona nánar til þess að fara svona dýpra í þetta ef þið hafið áhuga á því, þá er til svona forritasöfn sem bæta við enn fleiri föllum
til dæmis Lotus sem að gerir hérna, hvar documentationið á þessu, hérna. Það býr til alveg gommu af nýjum föllum fyrir okkur hérna. Sjáu hérna vinstra megin. Pull, intersection, join, last index of, nth, pull. Removes all given values from array using same value 0 for equality comparison. Þannig að við sjáum hérna, já ok, við erum með fylki, A, B, C, D, pull, þá pull að fjarlæga öll stöki sem við sendum inn. Þannig að við pullum út A og C og erum skilin eftir bara með B. Þannig að þetta alveg svona gomma af aðgerðum sem að leyfa okkur að vinna með svona set. Og það eru mjög margir sem að geta ekki verið án Lotus. Og það er alltaf fyrstu verkefni alltaf þegar byrja verkefni, byrja því að ná í Lotus og importa í það. Og svo er hérna greina safn á Medium sem er í raun bara námskeið í því að læra functional programming í gegnum JavaScript. Sem byrjar á því að fara yfir bara hvað functional programming er. Svo hérna FAG, hvernig við getum skrifað þetta í JavaScript. Og yfir það bara að útfæra forrit og svona. Þannig að ef þið hafið áhuga á þessu. En ef við tökum svona eitthvað smá dæmi hérna, bara eins og hvernig við getum unnið þetta hérna. Segjum núna að við varum að fara að gera eitthvað hérna við HI-vefinn. Og við þurfum að komast að því hvað eru margir linkar á HI-vefnum og hvaða texta hafa þeir. Ok, það eru margir linkar hérna. Við sjáum það er alveg fullt af linkum hérna undir eins og hérna, þessum menjú hérna og við ætlum að sjá bara, ok, hver eru allir þessi linkar? Þá getum við gert hérna document, query, selector, all, A. Ok, við fáum 1250 linka. Þannig að við erum komið með eitthvað fylki núna sem eru 1250 linkar. Ok, það kannski hjálpar okkur ekki mikið, en ef við viljum athuga eru eitthvað af þessum linkum ekki með href. Þannig að þá getum við gert hérna map href ekki jafnt og eða skoðum bara hérna hvað erum að vera. Þannig að við getum bara búið til fall hérna console log href. Þetta mun skila 1250 línum missing eftir já, hérna. Já, þá lendum við hérna líka að þetta skilur okkur ekki raunverulegu falli, heldur svona falllíki. Þannig að við þurfum í raun að byrja því að varpa þessu yfir í fall. Þannig að þá þurfum við að gera hérna, hvernig var það eftir? Query selector all to array. Svona þeir kannistu þetta ekki, google eitthvað, finna eitthvað, hvað lítur út fyrir, hvað sem ég get copy-pasta, hvað get ég copy-pasta. Ég þarf bara að fá svarið. Hérna, array product, slice, call, nodelist. Cool. Svona. Þannig að þá, ef við kerum þetta, þá erum við núna með array. Þetta ekki besta leiðin samt til þess að gera þetta. Þannig að nú fáum við út hérna 1250 niðurstöður sem eru alls konar, allt eitthvað href í þessu. Ok, ef að við athugum hérna, ok, við viljum komast að því hvað ekki að linka inn á hi.is, hvað að linka fyrir utan vefinn. Þannig að þá getum við gert hérna, ekki map, við getum gert map, þar sem að við tökum öll þessi element sem við erum búin að finna og við ætlum ekki að skila elementinu, heldur ætlum við bara að skila hvert að linkar. Þannig að þá fáum við núna bara hérna array af fullt af strengjum og svo ætlum við að filtera þetta og við ætlum að segja href index of hi.is er sett minna 0, inniheldur ekki hi.is. Þá erum við komið með 62 linka. Þá sjáum við hérna, ok, ugla og póstur
það eitthvað, og viljum við filtera það út líka, þannig að við viljum kannski frekar gera www.hi.is, ok, þá þetta komin 20 linkar, þá getum við skoðað hérna hverju gangi, hérna einhverjir með tómarhrefið, sem kannski ekki það sem við viljum, þannig að þá viljum við gera filter, href ekki tómistrengurinn, þá erum við komið með 18 stök, þannig að svona getum við haldið áfram að vinna með set, með því við erum að vinna bara með föll sem við erum bara hægt og rólega að vinna ofan á þessi stök. Og ef við höfum í raun vilja að gera eitthvað sérstakt, til dæmis ekki breyta þessu hér, þannig að við gerum svona, segjum hér, þannig að hérna erum við þá ennþá með 18 hlekki, ekki núna með hrefið úr þeim, heldur með actual elementin á síðunni. Þá getum við gert inn í lokin map style font size 40 pixlar. Nei, þetta ekki það sem við viljum gera. Við viljum gera for each. Þannig að þá séum við erum búin að stækka hérna alla linka, ef við horfum á linkana leið við gerum þetta, þetta. Þannig að við erum búin að finna, filtera, breyta og gera breytingu á síðunni. Þannig að svona getum við gert þetta fyrir það, hvernig getum við blanda saman í raunum einhverjum aðgerðum sem vinna á vefnum okkar með því að nota svona fallaforritin. Ok, þá taka pásu til 10 mínútur í.